Við erum nemendur við Myndlistaskólann í Reykjavík, keramíkbraut og verkefnin hérna, eða afrakstur verkefni hérna sem við sjáum á borðinu eru hluti af námskeiði sem við vorum í. Þetta námskeiði hét Hönnun og framleiðsla og við vorum að vinna út frá sjálfbærni og matarhefðum, íslensku matarhefðum. Það var svona útgangspunkturinn í því sem við vorum að gera. Það var svona íslenskt þema svolítið og saga og hefðir svolítið svona haft í forgrunni í hugmyndavinnunni sjálfri. Og við lærðum í rauninni mjög hjálplegt ferli í svona hönnunarvinnu, þar sem við vorum að skoða bara alls konar gögn og í svona hálfgerðri rannsóknarvinnu og afraksturinn er þetta sem er hérna á borðinu og náttúrulega ýmislegt annað og allt tengist þetta sem sagt mat og framreiðslu eða matreiðslu eða tilreiðslu á mat með einhverjum hætti. Og þið segið að þetta mjög vinsælt að tala um þetta í dag, sporna gegn matarsóun og auka virðingu neytenda fyrir hráefninu sem það er talað um að það sé til svo mikið af íslensku góðu hráefni. Þannig að þetta verður ekkert verið erfitt fyrir ykkur að finna út af því, eða hvað? Já, þetta er eiginlega þannig svolítið að vekja athygli bara á því að við Íslendingar höfum svo mikið hérna bara í okkar umhverfi og það er svo mikilvægt í ljósi umhverfismála og sjálfbærni hugsunar að gera sér grein fyrir því að þetta er bara oft í garðinum eða út í sjónum kringum okkur og þannig að það er bara mjög mikilvægt að vekja athygli á þessu og líka fyrir okkur ef við ætlum að framleiða vörur að vera með þetta svolítið í huga því þetta er söluvænlegt og það er gott svona að koma fram með þessa meðvitund. Í öllu plasti og öllu auka efni í burtu. Já, vera meðvitaði neytendur líka. Því að eins og til dæmis í mínu tilviki gerði ég mortel sem er byggt á rannsóknarvinnu þar sem ég var að skoða nýtingu á sauðfé, eða íslensku sauðkindinni. Og ég sá á Þjóðminjasafninu er áhald sem heitir lifrarhnallur sem var í rauninni bara tréhamar sem var eins og kona í kjól. Og hann var notað til þess að merja lifrina og en þegar hann var ekki notað sem slíkur, hann var hann dúkka. Þannig getur þetta mortel breytt þér í fjallkonu, ef maður vill nefna það þannig. En markmiðið líka með því að nota mortel frekar heldur en þessar plastkvarnir sem eða plaststauka sem eru með áferstum plastkvörnum í búðunum, að það er ekki margir sem gera sér grein fyrir því að þegar maður notar þetta að þá kemur örplast með piparnum eða saltinu. Og þú borðar það þá og það fer líka út í umhverfið. Og með því að nota þetta að þá ertu alveg laus við það. Þetta er 2020, er það ekki? Umræðan er rosa mikil í þessa veru í dag. Já. Með umhverfið. Það er líka svo gaman að skoða söguna og út frá hlutum sem okkur finnst sjálfsagðir í dag, ef við tökum bara salti sem dæmi. Ég vann út frá salti og þó svo að eyjan okkar sé umlukin söltum sjó, að þá fyrr á öldum var ekki hægt að vinna salt úr sjó þar sem var engin eldiviður til að sjóða sjóinn og vinna saltið úr. Þannig að það er svo gaman að skoða söguna og námið var svolítið, það er hannað þannig að við byrjum á hráefni og hugmyndavinnu, við þróum hlutin út frá því og við þurfum að hanna hann og þessi hlutir hérna voru gerði með því að við byrjum á að gera mastermót sem við tökum svona afsteypumót af sem við svo steypum postulínsluti úr. Og hérna talandi um virðingu fyrir matvælum og umhverfi að hérna var ég að hugsa um hvernig er þetta að bera þetta fallega fram og hvernig get ég gert margnota hluti þannig að við mögulega þurfum færri hluti inn á heimilið sem svo líka taka minna pláss. Það er þetta að stafla þeim saman. Þannig að það var horft til ýmissa hluta. Og þú ert með þessi skemmtilega hluti hérna? Já, ég hannaði út frá hugmyndafræði líka varðandi salt og kynnti mér svolítið svona þessar íslenska saltfiskhefð og hvenær það var og hvernig það var unnið. Og það var einmitt líka mjög gaman að lesa söguna þar sem maður var að lesa um það hvernig fólk lagði út saltfiskinn til þerris bara á risastór landsvæði
og svo þurfti að taka það inn ef það rigndi og þá þurfti að taka allan saltfiskinn inn yfir nóttina og þannig að þetta var svona svolítið merkileg lesning sko og ég hugsaði sem sagt hvernig væri sem sagt möguleikin að gera saltfisk bara heima hjá sér og þá kom þessi hugmynd sko ég las bækling frá Matís sem var með einmitt þessum bara leiðbeiningum hvernig hægt að gera saltfisk heima hjá sér og þá kom einmitt fram sko hversu mikinn fisk þú þarft í svona heimilisframleiðslu og það var sem sagt þetta ílát sem ég framleiddi bara út frá því magni og þannig að þú getur saltað hann og þá seturðu bara fiskinn ofan í þetta fat og svo seturðu salt og lokar fatinu með kannski svona sílikonmóti eða sílikonloki og síðan með tímanum þá fer allt vatnið úr fiskinum og það síast þá í gegnum götin á sigtinu og þá getur þú geymt þann fisk bara alveg mánuðum saman eitthvað svoleiðis og síðan ef þú vilt fá þér saltfisk þá getur þú líka útvatnað fiskinn í þessu íláti þannig að þá fannst mér það svona svolítið skemmtileg hugmynd að þetta væri möguleiki og þetta svolítið svona líka þessi sjálfbærni að þetta svona slow food eins og kallast svona og það til dæmis eins og bara margir eru með sous vide eða svona slow cooker og eitthvað svona alls konar. Þannig að þetta svolítið í þá veru. Og allt svolítið íslenskt í átak. Algjörlega. Það ekki? Jú, það má segja. Og eru þið með fleiri muni sem að þetta það sem að þið verðið með í Hönnunarmars? Það er að sýna þar? Já, mitt. Það var bygglega rifist þetta. Það verður rifist þetta. Það er líka til sölu. Það var ein úr hópnum sem hannaði þetta og þetta er eiginlega svona kræklingur eða bláskeljarinn. Já. Þannig að þetta var hugsað sem svona, mögulega undir krækling. En svo er náttúrulega líka hægt að bera þetta fram með brauði eða bara hverju sem sko. Mjög falleg hönnun sko. Skemmtileg. Mikil gerjun hjá ykkur og fólkinu sem í þessu námi? Finnst ykkur vera svona, fólk svolítið opið fyrir þessari sjálfbærni og gegn matarsóun? Þetta ekki svolítið svona inn ef mér lefist að sletta í dag? Jú, ég myndi segja það tvímælalaust, ekki spurning. Fólk alveg bara mjög margir meðvitaðir þetta og það alltaf að aukast bara kröfur að svolítið svona rauður þráður eiginlega svolítið í náminu, maður finnur það alveg. Þeir sem eru leiðbeinendur og hönnunasmiðir og allt þetta, hugmyndasmiðir, þeir eru svolítið svona á þessu braut. Til dæmis ekki fá okkur te? Hér er gríðarlega flott tesett sem ein úr hópnum hannaði. Og þar hún að vinna með náttúrulega fjársvæðin okkar sem eru íslensku jurtirnar. Og hún gerði þennan nýstárlega teketil þar sem hún að vinna út frá í rauninni tilvinnaglassi og síðan fer onni, langt onni, eins og tilvinnaglass undir jurtirnar og svo hún með vikur og sand úr Sólheimajökli og Hekluvikur utan sem hún blandar saman við massan á ysta laginu og svo glerjaði innan. En það líka hvað var að gera mikið og sjálfbærni, það líka bara í notkun okkur á hlutum. Að draga úr plastneyslu. Keramík þetta er svo sterkir hlutir, þetta eru, þú veist, allar fornminjar nánast. Eru Þau finnast. Þannig að þetta endast í þúsundir ára. Ein úr hópnum til dæmis, hún gerði ísbox margnota með tvöföldum vegg, þannig að það einangrar. Og þar með var hún að reyna að ögra þessari notkun á frauðplastinu sem er mjög mikið notað í ísbúðum og er einnota og náttúrulega mjög óumhverfisvænt. Sem sagt allt mjög umhverfisvænt. En með hönnunina og hugana að opni þá var þetta geringslegt. Sameina þetta tvennt. Já, möguleikarnir eru óþrjótandi og það er svo skemmtilegt í svona námi og eins og þessu námskeiði að þá byrjum við einhvers staðar og þú heldur að þú sért að fara í einhverja átt en þú ferð 58 króka og þú veist ekkert hvar þú endar, hvorki með tilgang hlutarins eða útlitans. Þannig að þetta er rosa hugarleikfimi.
ótrúlega skemmtileg. Já, og þetta bara opnar svona hugan í raun. Já, og þó sem maður sé að læra aðferð til að búa til hluti og þetta aðferð sem getur gagnast svo víða og er bara mikilvægt í svo mörgum verkefnum í lífinu. Þú myndi að vinna á þetta ferli. Aðferðafræði, já. Mjög.